Á Alþingi en verður að fresta þessum fundi stund. Fundinum frestað til klukkan 15:00. Fundinum frestað.
Já, ég hljóp reyndar undir liðnum önnur mál. Fundi er framhaldið á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1553, forvarnir gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni, ásamt áætlun fyrir árin 2021 til 2025, nefndarálit með breytingartillögu frá allsherjar- og menntamálanefnd. Þingskjali 1554, ný afeitrunardeild á Landspítalanum, fyrirspurn flutningsmaður Sigurður Páll Jónsson. Þingskjali 1556, leigubifreiðar, frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjali 1557, atvinnuleysistryggingar og ábyrgðasjóður launa, nefndarálit 1. minnihluta velferðarnefndar. Þingskjali 1561, atvinnuleysistryggingar og ábyrgðasjóður launa, breytingartillaga 2. minnihluta velferðarnefndar. Svo háttar til 9. dagskrármálið að of skammt er liðið frá útbýtingu breytingartillaga í því á þingskjali 1561. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka breytingartillöguna á dagskrá. Afbrigðin skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið, atvinnuleysistryggingar og ábyrgðasjóður launa, stjórnarfrumvarp, mál nr. 813 á þingskjali 1427. Nefndarálit á þingskjali 1545 og 1557. Breytingartillögur á þingskjali 1546 og 1561. Önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta velferðarnefndar, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meirihluta velferðarnefndar vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, lögum um ábyrgðasjóð launa og framlengingu hlutabótaleiðar. Og nefndin hefur fengið á sinn fund fjölda gesta og í lokin fengum við Ríkisendurskoðun sem kynnti sína skýrslu samtíma eftirlit og skoðun á hvernig hlutabótaleiðin sú fyrri hefði gengið og ábendingar hvað betur mætti fara, sem ánægjulegt var að rímar mjög vel við þetta nýja frumvarp sem nú er verið að mæla til að verði afgreitt hér svo það geti tekið gildi frá og með 1. júní þegar fyrra frumvarp sem nú er í gildi rennur út. Þetta frumvarp er liður í aðgerðum stjórnvalda vegna þeirra efnahagslegu áfalla sem við þekkjum vegna COVID-19 og er lagt fram samhliða öðrum frumvörpum sem hafa verið hér til umræðu varðandi stuðning við launakostnað í uppsagnarfresti og frumvarp dómsmálaráðherra vegna heimildar til fjárhagslegrar endurskipulagningar fyrirtækja. En með þessu frumvarpi er verið að framlengja hlutabótaleiðina en með mjög hertum skilyrðum og hlutabótaleiðin verður framlengd til 1. september 2020 og það er lagt til að lágmarkshlutfall launamanns til nýtingar á úrræðinu verði óbreytt til 1. júní 2020 en verði síðan 50% í stað 25% á tímabilinu 1. júlí til og með 31. ágúst 2020. Nefndin fjallaði þá þætti sem hafa verið mikið í umræðunni eins og
skil á CFC-skýrslu og ótakmarkaða skattskyldu og skil á þessari CFC-skýrslu og meðal skilyrða fyrir nýtingu hlutabótaleiðarinnar samkvæmt frumvarpinu að vinnuveitandi staðfesti að hann beri ótakmarkaða skattskyldu hér á landi samkvæmt tekjuskattslögum og að hann hafi staðið skil á skýrslu um eignarhald í CFC-félagi. Við umfjöllun nefndarinnar kom til umræðu hvort framangreind skilyrði giltu nægilega vel fyrir að fyrirtæki sem notfæri sér svokölluð skattaskjól eða lágskattasvæði til þess að forðast skattgreiðslur sem með réttu ættu að renna til íslenska ríkisins geti nýtt sér þá aðstoð stjórnvalda sem frumvarpið mælir fyrir og með því að gera kröfu skil á CFC-skýrslu gert ráð fyrir því að vinnuveitandi hafi upplýst eignarhald sitt og eftir atvikum sætt skattlagningu af hagnaði félags í beinni eða óbeinni eigu hans á lágskattasvæði. Meðal breytingartillagna meirihlutans að bæta því við að í upptalningu á þeim gögnum sem vinnuveitandi þarf að hafa skilað til skattsins að hann hafi upplýst raunverulega eigendur samanber lög um skráningu raunverulegra eigenda. Meirihlutinn bendir á að fyrirtæki sem nýta sér skattaskjól til þess að forðast skattgreiðslur sem réttu ættu að renna til íslenska ríkisins geri það að sjálfsögðu í trássi við lög. Vinnuveitendur sem staðfesta að þeir hafa skilað framangreindum gögnum ábyrgjast einnig að þær upplýsingar sem gerð grein fyrir séu réttar. Eðli málsins samkvæmt verður ekki ráðin lausn á þeim vanda sem yfirvöld standa frammi fyrir í þeim efnum í þessu máli sem við flytjum hér. Eigi að síður ljóst að með því að nýta sér stuðningsúrræði stjórnvalda eru fyrirtæki útsett fyrir því eftirliti sem þeim úrræðum fylgir og þeim viðurlögum sem mælt fyrir í frumvarpinu veiti þau vísvitandi rangar upplýsingar. Í þessu frumvarpi lagt til að skilyrði fyrir nýtingu hlutabótaleiðarinnar verði meðal annars að vinnuveitandi skuldbindi sig til þess að greiða ekki eigendum eða æðstu stjórnendum mánaðarlaun sem nema hærri fjárhæð 3 milljónir króna. Við umfjöllun nefndarinnar kom fram að einhvers óskýrleika kynni að gæta varðandi inntakið mánaðarlaun, sérstaklega í ljósi þess að viðmið heildarlaun starfsmanna sérstaklega skilgreint í ákvæðinu. Ekki að finna skýringu á hugtakinu í greinargerðinni með frumvarpinu. Meirihlutinn tekur fram að hugtakið mánaðarlaun ber að túlka til samræmis við önnur ákvæði laga um atvinnuleysistryggingar sem skilgreina laun launamanns. Þannig verði til mánaðarlauna að teljast hvers konar laun og aðrar þóknanir samkvæmt lögum um tryggingagjald nr. 113/1990. Fyrir nefndinni urðu líka umræður stöðu sjálfstætt starfandi á eigin kennitölu. Þau sjónarmið komu fram að sjálfstætt starfandi einstaklingar sem starfa á eigin kennitölu gangi á rétt sinn til atvinnuleysisbóta umfram aðra hópa með því að fá greiddar tekjutengdar atvinnuleysisbætur á sama tíma og aðrir fá hlutabætur sem koma ekki til skerðingar á öðrum rétti til atvinnuleysisbóta. Meirihlutinn bendir á að forsenda fyrir greiðslu hlutabóta samkvæmt ákvæði til bráðabirgða atvinnuleysistryggingar að ráðningarsamband sé til staðar á milli launamanns og vinnuveitanda þar sem vinnuveitandi greiði fyrir það vinnuframlag launamanns sem innt af hendi og launamaður fái á móti greiðslu frá Atvinnuleysistryggingasjóði vegna skerðingar á starfshlutfalli. Mótframlag vinnuveitanda getur myndað drjúgan hluta af mánaðargreiðslum til starfsmanna sem nýtir hlutabótaleiðina en í tilviki þess sem starfar á eigin kennitölu engum slíkum vinnuveitanda til að dreifa. Og hér kemur fram í nefndarálitinu ágætistafla til að sýna mismun þeirra
í tekjum sem fara á almennar atvinnuleysisbætur og þeirra sem fara í gegnum hlutabótaleiðina, og ég tel það vera góða töflu til að sýna fram á að það er ekki mjög mikill munur í tekjum viðkomandi eftir því hvor leiðin er farin fyrr en tekjur viðkomandi í dag áður en hann missir þá hluta af sinni vinnu eða vinnuna alla, að viðkomandi er kominn yfir 700.000 krónur. Eins og ég nefndi hér fyrr þá var mjög ánægjulegt að skýrsla Ríkisendurskoðunar hlutabótaleiðina kom út áður en við fórum með þetta mál til umræðu hér inn í Alþingi í 2. umræðu, og við umfjöllun málið fengum við þá kynningu á skýrslu Ríkisendurskoðunar hlutastarfaleiðina. Og í skýrslunni er lögð áhersla á mikilvægi þess að eftirlit sé haft með nýtingu ríkisfjár og staðinn sé vörður hagsmuni ríkissjóðs og að útgreiðslur á honum taki mið af vilja löggjafans. Með þeim skilyrðum sem lögð eru til í frumvarpinu og með þeim breytingum sem meirihlutinn leggur til er leitast við að tryggja að úrræði nýtist best þeim sem á þurfa að halda, það er starfsmönnum fyrirtækja sem hafa þurft að draga saman starfsemi vegna heimsfaraldursins. Og meirihlutinn undirstrikar mikilvægi eftirlits og þess að vinnuveitendur sem notfæri sér úrræði séu upplýstir ábyrgð sína og viðurlög við brotum. Meirihlutinn beinir því til ráðuneytisins og Vinnumálastofnunar og í samstarfi við skattyfirvöld að tryggja þessa þætti vel. Þá ætla ég að fara aðeins yfir breytingartillögur meirihlutans. Meirihlutinn telur eðlilegt að í stað þess að breytingar verði gerðar á ákvæði til bráðabirgða í X1 í lögum atvinnuleysistryggingar verði hlutabótaleiðin eins og lagt er til að hún verði í frumvarpinu sett fram í nýju bráðabirgðaákvæði í lögum. Þetta er til þess að auka skýrleika þessarar greinar enn frekar, og meirihlutinn leggur því til að 1. grein frumvarpsins falli á brott og í stað hennar komi ný grein sem mæli fyrir nýtt ákvæði til bráðabirgða í lögunum. Í því ákvæði verði mælt fyrir hlutabótaleiðinni að hlutabótaleiðin eins og hún gildir á tímabilinu 1. júní til 31. ágúst 2020 og með þeim skilyrðum sem hana gilda. Á sama tíma eru lagðar til efnislegar breytingar sem gerð verður nánar grein fyrir hér á eftir, sem og breytingar á framsetningu sem ætlað er að auka skýrleika laganna. Og það þarf að staðfesta áframhaldandi nýtingu hlutabótaleiðar, og það kom fram að það þótti vera of skammur tími að miða við 1. júní, svo að það er lagt til að það verði lengt og það þurfi að tilkynna það fyrir 30. júní 2020 til Vinnumálastofnunar, og að höfðu samráði við ráðuneytið leggur meirihlutinn til breytingu þess efnis að hyggist launamaður sem nýtt hefur úrræði til greiðslu atvinnuleysisbóta vegna minnkaðs starfshlutfalls á grundvelli ákvæðis bráðabirgðalaga á tímabilinu 15. mars til og með 30. maí, að þá verði miðað við 30. júní í því tilfelli. Og skilyrði tímabundinn samdrátt í starfsemi, að það stendur áfram að það er miðað við að samdráttur hjá fyrirtæki þurfa að vera 25%. Það er eitt af þeim skilyrðum sem sett eru og það verður miðað við það viðmið í þessu frumvarpi. Og síðan ætla ég að fara inn í þann kafla sem er rætt skilyrði skil á gögnum til Skattsins. Í 1. málsgrein c-liðar í 1. grein frumvarpsins eru lögð til skilyrði að varða starfsemi vinnuveitanda þegar launamaður staðfestir hjá Vinnumálastofnun áframhaldandi nýtingu hlutabótaleiðarinnar.
frá og með 1. júní 2020 eða launamaður sæki um úrræði í fyrsta skipti skal vinnuveitandi staðfesta að hann uppfylli það tilgreind skilyrði. Þar á meðal eru skilyrði að vinnuveitandi beri ótakmarkaða skattskyldu hér á landi og hafi staðið skil á skýrslu eignarhald á CFC-félagi, samanber 10. grein reglugerðar skattlagningu vegna eignarhalds í lögaðilum á lágskattasvæðum eftir því sem við á. Nefndinni var bent á að með framangreindu skilyrðum væri gengið skemur en í öðrum úrræðum stjórnvalda vegna heimsfaraldursins, þar sem meðal annars væri gerð sú krafa að viðkomandi hefði upplýst raunverulega eigendur samanber lög skráningu raunverulegra eiganda. Meirihlutinn tekur undir framangreind sjónarmið og bendir á að þótt Vinnumálastofnun sé falið eftirlit með framangreindu ákvæði muni eftirliti byggjast á gögnum sem ber að skila til Skattsins. Mörg þeirra skilyrða sem lögð eru til fyrir nýtingu úrræðisins verða ekki staðreynd fyrr en eftir á heldur verður við greiðslu atvinnuleysisbóta samkvæmt ákvæðinu byggt á því að vinnuveitandi staðfesti að viðkomandi skilyrði séu uppfyllt. Eftirlit með því hvort vinnuveitandi uppfylli skilyrðin í raun munu því að miklu leyti fara fram eftir á. Með hliðsjón af því verður að gera þá kröfu til vinnuveitanda að hann staðfesti að hann hafi staðið skil á öllum gögnum og upplýsingum sem honum ber lögum samkvæmt að hafa skilað til Skattsins á umsóknardegi, meðal annars skuli hann hafa upplýst raunverulega eigendur samanber lög skráningu raunverulega eiganda. Meirihlutinn leggur til breytingu á framangreindu skilyrði þess efnis að vinnuveitandi skuli staðfesta að hann hafi staðið skil á skattframtali og fylgigögnum, þar á meðal skýrslu eignarhald á CFC-félagi, samanber 10. grein reglugerðar skattlagningu vegna eignarhalds lögaðila á lágskattasvæðum og öðrum skýrslum og skilagreinum, svo sem staðgreiðsluskilagreinum, virðisaukaskattsskýrslum til Skattsins síðastliðin 3 ár áður en umsókn berst, eða síðan hann hóf starfsemi ef það var síðar. Að auki skal hann eftir því sem við á sama tímabili hafa staðið skil á ársreikningum samanber lög ársreikninga nr. 3/2006 og upplýst raunverulega eigendur samanber lög skráningu raunverulegra eigenda. Allt þetta tel ég vera mjög mikilvægt í samhengi við þá umræðu sem eru hér hvort að fyrirtæki sem hugsanlega eru að brjóta íslensk lög með að greiða ekki skatta til íslenska ríkisins ef þau eru á lágskattasvæðum, þá þetta allt til þess að reyna að girða fyrir það með bestum hætti að svo verði ekki. Þá erum við komin að ýmsum skilyrðum er lúta að ráðstöfun vinnuveitanda og meirihlutinn leggur hér til við umfjöllun nefndarinnar kom fram að ákveðin vandkvæði eru bundin við orðalag ákvæðisins og það væri framsett varðandi þessi mánaðarlaun 3 milljónir og það væri íþyngjandi fyrir vinnuveitendur að geta nýtt sér úrræði hafi þeir tekið ákvörðun úthlutun arðs, lækkun hlutafjár eða greiðslu til hluthafa eða kaup á eigin hluta fyrir 1. júní 2020. En ráðstöfun ekkert komið til framkvæmda fyrr en eftir þann tíma. Meirihlutinn leggur til breytingu á ákvæðinu þannig að skilyrði fyrir nýtingu úrræðisins verði að vinnuveitandi hafi ekki eftir 1. júní 2020 ákvarðað úthlutun arðs, lækkun hlutafjár, kaup eigin hluta, innt af hendi aðra greiðslur til eiganda á grundvelli eignaraðildar hans, greitt óumsamin kaupauka, greitt af víkjandi láni fyrir gjalddaga eða veitt eiganda eða aðila nákomnum eiganda lán eða annað fjárframlag sem ekki varðar öflun, tryggingu eða viðhald rekstrartekna eða greiða eigendum sínum eða æðstu stjórnendum mánaðarlaun sem nema hærri fjárhæð en 3 milljónir til hvers og eins. Þá leggur meirihlutinn til breytingu á því tímabili sem skuldbinding vinnuveitanda gildir. Leggur meirihlutinn til að vinnuveitandi skuldbindi sig til þess að gera enga framangreinda ráðstöfun fyrir 1. janúar 2022
og til að ráðstafa ekki til hluthafa með arðgreiðslum, lækkun hlutafjár eða kaupum eigin hluta hagnaði sem myndast á rekstrarári sem hefjast 1. janúar 2020 eða síðar, fyrr en fyrsta lagi eftir 1. janúar 2023. Takmörkun á kaupum á eigin bréfum. Það kom til umræðu þar sem hliðstætt var rætt í efnahags- og viðskiptanefnd í því frumvarpi er varðar uppsagnarfrestinn að það var bent á að atvik kunni að vera með þeim hætti að félag hafi gert kaupréttarsamning, skuldbundið sig til að kaupa hluti starfsmanna við starfslok og að í slíku tilviki geti verið óeðlilegt að banna við kaupum á eigin hlutum girði fyrir efndir slíkra samninga. Í þeim tilvikum má gera ráð fyrir að slík ráðstöfun hafi verið gerð fyrir 1. júní 2020, enda hafi samningur kaup hluta við starfslok verið gerður við það tímamark. Sú breyting sem lögð til að framsetningu ákvæðisins hefur það í för með sér að fyrirtæki sem hafa skuldbundið sig með framangreindum hætti gagnvart starfsmanni geti staðið við áðurgerða samninga. Síðan komum við að eftirliti Vinnumálastofnunar og nefndinni var bent á að sú framsetning á gildistíma ákvæðisins sem lögð til í frumvarpinu hafi það í för með sér að heimildir Vinnumálastofnunar til eftirlits og til þess að beita þeim viðurlögum sem allt fyrir sem falli einnig úr gildi frá og með 1. september 2020, líkt og rakið er að framan, er gert ráð fyrir því að eftirlit með því hvort viðkomandi vinnuveitendur uppfylli þau skilyrði sem lögð eru til muni að miklu leyti fara fram eftir greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs til launamanns hafi verið inntar af hendi. Líkt og framan greinir leggur meirihlutinn til að hlutabótaleiðin verði framlengd með setningu nýs bráðabirgðaákvæðis. Breytingartillagan meirihlutans gerir ráð fyrir því að sú afmörkun sem lögð til á gildistíma ákvæðisins í frumvarpinu verði felld brott. Þess í stað verði skýrt afmarkað á hvaða tímabil heimilt sé að greiða atvinnuleysisbætur á grundvelli ákvæðisins, það er að segja 1. júní til 31. ágúst 2020. Og þá er sérstaklega tilgreint í þeim ákvæðum sem skulu samkvæmt frumvarpinu vera afturvirk að þau gildi einnig með atvinnuleysisbætur sem greiddar hafa verið á tímabilinu 15. mars og til og með 30. júní 2020 á grundvelli ákvæðis til bráðabirgða samkvæmt lögum atvinnuleysistryggingar. Og það er sett hér fram að það eigi að birta lista yfir vinnuveitendur sem hafa nýtt sér hlutabótaleiðina, að það sé heimild til þess og meirihlutinn tekur undir þau sjónarmið eins og Vinnumálastofnun hefur framkvæmt það nú varðandi þá hlutabótaleið sem hefur verið í gangi, að stofnunin hefur nú þegar birt slíka lista en takmarka hann við fyrirtæki sem nýta hlutabótaleiðina við 6 eða fleiri launamenn. Og fyrir nefndinni var bent á að birting á slíkum upplýsingum bryti ekki gegn lögum persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þar sem upplýsingunum lögaðila einar og sér þær teljast ekki vera persónuupplýsingar. Og það væri mikilvægt að ráðstöfun á opinberum fjármunum væru sem mest gegnsæjar og því var eðlilegt að upplýst væri þá aðila sem fengið hafa slíkar greiðslur. Meirihlutinn tekur undir þau sjónarmið að eðlilegt og réttmætt sé að upplýsa ráðstöfun á opinberum fjármunum til lögaðila með þeim hætti að birta lista yfir þá lögaðila sem hafa fengið slíkar greiðslur. Meirihlutinn leggur þó áherslu á að gæta þurfi að því að birting lista yfir fyrirtæki með fáum launamönnum geti leitt til þess að hægur vandi verði að greina hvaða launamenn þeirra fyrirtækja kunna að fengi greiddar
atvinnuleysisbætur samkvæmt ákvæðinu og með slíkri upplýsingagjöf geti verið auðséð hvaða starfsmenn minni fyrirtækja séu á atvinnuleysisskrá. Meirihlutinn leggur því til að miðað verði við þá framkvæmd sem viðhöfð verið hjá Vinnumálastofnun og að heimilt verði að birta lista yfir fyrirtæki sem nýtt hafa úrræði ákvæðisins fyrir 6 eða fleiri launamenn. Jafnframt leggur meirihlutinn til tæknilegar breytingar sem ekki þarfnast skýringar. Með hliðsjón af framangreindu leggur meirihlutinn til að málið verði samþykkt með þeim breytingum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali sem hér fylgir með sem breytingartillaga, og undir þetta rita sú sem hér stendur Lilja Rafney Magnúsdóttir, framsögumaður, Ólafur Þór Gunnarsson, Ásmundur Friðriksson, Halla Signý Kristjánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, hv. þingmenn. Og eins og ég vísaði í þá hér breytingartillaga sem hefur verið svona stærstu hluta gerð breytingartillögur gerðar grein fyrir í nefndarálitinu og ég vísa til þess að það sé hér með, og það undirstrikað þetta varðandi hafa skilað á skattframtali og fylgigögnum, og það eru hérna breytingar sem ég að finna hér nákvæmlega. En að skilyrðin sem hér koma fram að þau eru til 1. janúar 2022 en arðgreiðslur miðast við rekstrarárin 2020 og 2021 að ekki megi greiða arð fyrir þau rekstrarár fyrr en á árinu 2023. En skjalið hér liggur hér frammi og fylgir þessu nefndaráliti. Ég vil aðeins bara í framhaldi af þessu segja að ég mjög ánægð með það að þetta frumvarp að það sé að skilyrða enn frekar það hvernig fyrirtæki fara inn í þetta úrræði. Við þekkjum það að það því miður stukku allt of margir á lestina sem höfðu ekki þörf fyrir að fara inn í þetta úrræði, fyrirtæki vel stöndug, og þau hafa séð sóma sinn í því að skila þeim fjármunum sem viðkomandi launamönnum voru greiddir í nafni þess að vera að fara hlutabótaleiðina. Svo að nú stöndum við fyrir fram að næsta skrefi í þeim efnum að glíma við þennan afleiðingar kórónuveirufaraldursins og þessar efnahagslega erfiðleika sem við að etja. Og þá eru fleiri úrræði í gangi. Sem betur fer hefur það komið í ljós að 15.000 manns hafa sagt sig úr hlutabótaleiðinni vegna þess að það hefur verið létt á ýmsum ákvörðunum eins og samkomubanni og öðru því líku, og fyrirtæki aftur farin að geta haft eðlilega starfsemi, svo að margir sem fóru inn á hlutabótaleiðina eru aftur komnir til sinnar vinnu og launum hjá sínum atvinnurekanda. Því miður eru til mörg fyrirtæki, sérstaklega í ferðaþjónustunni, sem eru í gífurlega miklu tekjufalli, og þau munu eflaust horfa til þess úrræðis sem hér líka í efnahags- og viðskiptanefnd varðandi stuðning við laun í uppsagnarfresti. En nú á þessum tímamótum þá munu fyrirtæki eðlilega og launamenn skoða hvort að þau eigi heima í þessu úrræði núna þegar aðstæður eru samt að batna, og við verðum að nýta fjármuni ríkisins með sem skilvirkustum hætti til þeirra sem virkilega hafa þörf á því. Og þess vegna á ekkert að vera einfalt og auðvelt að fara inn í þessa hlutabótaleið núna, heldur þurfa menn að
skoða það vel hvort þessi sé þörf að fá framlag frá ríkinu á móti 25% framlagi til þess að halda ráðningarsambandi. Og ég hvet eðlilega alla þá aðila sem eru illa staddir rekstrarlega og vilja halda ráðningarsambandi við sitt launafólk, að launafólk þessara fyrirtækja sæki og fyrirtækin séu þá að uppfylla öll þau skilyrði, ströngu skilyrði og viðurlög sem koma þarna ef á þeim er brotið, og geri sér grein fyrir því að það er mikil alvara þar á bakvið. Og þó að einhver fyrirtæki hugsanlega kæmust inn í þetta úrræði núna með sitt launafólk að hluta að öllu leyti, að þá er það ekki þar með sagt að ef að þeir uppfylla ekki skilyrðin, að þá kemur það í ljós og það eru alvarleg viðurlög við því, og þá gætu fyrirtæki lent í mjög slæmum málum, svo að fyrirtæki hljóta að skoða þetta með þeim gleraugum að það er ekki sjálfgefið að fara inn í þetta úrræði og fá stuðning ríkisins til að létta á launagreiðslum til að brúa ákveðið bil, ef að þau eru ekki að gera það með sem opnum og lýðræðislegum hætti og heiðarlegum hætti að undirgangast þau skilyrði sem þarna koma fram. En ég ætla ekki að hafa mál mitt lengra í þessu í bili og vonast til að þetta frumvarp fái hér góða afgreiðslu, því að við þurfum að fá það samþykkt fyrir þessi mánaðamót til þess að mæta þá næstu 3 mánuðum. Og til að nefna það líka að þá settum við inn í þetta nefndarálit ósk að þetta yrði endurskoðað líka áður en að þetta tímabil rennur út í ágúst, og líka það að skoða það ef að einhver væri búinn að ganga á atvinnuleysisbótarétt sinn, að það væri þá horft til þess að lengja það tímabil eins og var gert eftir hrunið, þá var lengt úr 30 mánuðum í 4 ár, og hvetur stjórnvöld til að skoða hvort þörf sé á því þegar að þessu úrræði lýkur í lok ágúst. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni og framsögumanni málsins kærlega fyrir hennar yfirferð og yfirferð yfir nefndarálit meirihluta og breytingartillögur. Markmið þessarar hlutabótaleiðar er að viðhalda störfum og það erum við öll sammála um. Við erum ekki öll sammála hvaða leiðir eru bestar til þess að fara þangað. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort að meirihlutinn hafi ekki áhyggjur af skilyrðunum sem eru ólík í þessu máli annars vegar og uppsagnarmálinu hins vegar, en það virðist hafa sýnt sig að þau hvetji til uppsagna frekar en að viðhalda hlutabótaleigu. Við sjáum það nú þegar að fleiri og fleiri fyrirtæki eru að taka starfsfólk sitt af hlutabótaleiðinni. Og svo langar mig að spyrja hv. þingmann hvort að hún muni styðja tillögu minnihluta sem að hefur skýrari skilyrði varðar fyrirtæki í skattaskjólum, sem að þau muni ekki geta nýtt sér þessi úrræði. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, virðulegur forseti. Kannski byrja bara á þessu varðandi þá tillögu sem nú hv. þingmaður nefndi hér, að þá fengum við mat á þessari tillögu frá sem sagt þeim starfsfólki ríkisskattstjóra, og það kom fram þar að þessi skilyrði þau væru mjög matskennd og stangist á við ýmislegt sem ekki væri hægt að uppfylla í þessu, og hvað væri til dæmis átt við fjárhagslegum samskiptum og öðru því sem þarna er nefnt, að það væri mjög erfitt að skilja hvað þessi
tillaga gengur út á í raun og veru til þess að stjórnvöld gætu framkvæmt það sem þar kemur fram með lögum. En varðandi áhyggjur af því hvort að þetta leiði til þess að fleiri fari þá í uppsagnir, ég held að fyrirtæki standi bara fram fyrir því að ákvarða það eftir því hvert og eitt fyrirtæki stendur núna eftir þessa mánuði sem liðnir eru, og það er bara eðlilegt að þau þurfa að velja á milli þess að tveggja leiða, að það er 25% tekjufall eða 75% tekjufall, það segir sig svolítið sjálft. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Aðeins til útskýringa varðandi fjárhagsleg samskipti, að þá fara svona greiðslur í þar sem verið að reyna að leyna tekjum, þá fara þeir fram með ýmsum hætti, oft og iðulega með því að fyrirtæki til dæmis að selja á undirverði afla sem er svo seldur á hærra verði úr fyrirtæki í skattaskjóli, að greiðir þóknun til stjórnarmanna, óeðlilegar þóknun til stjórnarmanna inn í lágskattaumhverfi og svo framvegis. Þannig að þessi tillaga er ekki spunnin héðan upp heldur frá sérfræðingum. Aðeins varðandi skilyrðin, það er þetta varðandi nýtingu starfskrafta. Í þessu skilyrði getur vinnuveitandi nýtt starfskraft bara í því hlutastarfi sem skilyrt er, það er að segja 25 til 80%, en í uppsagnarleiðinni er vinnuveitanda veitt heimild til þess að nýta starfskrafta starfsmannsins að fullu leyti. Telur þingmaðurinn þetta ekki vera hvata fyrir fyrirtæki sem eru að reyna að reisa sig við til þess að segja frekar upp fólki í stað þess að setja á hlutabætur? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Nei, ég get alveg svarað því beint. Ég tel það ekki sérstaka hvata, heldur bara stöðu hvers fyrirtækis fyrir sig og verða að leggja blákalt mat á þann veruleika með hvaða hætti er hægt að koma í veg fyrir að fyrirtæki verði gjaldþrota með tilheyrandi afleiðingum fyrir alla samfélagið, fyrirtækið og launamenn sem eru hjá fyrirtækinu. Ég held að það sé bara það val sem allir standa fram fyrir núna, að velja þá leið sem hentar best til stuðnings þess að koma í veg fyrir gjaldþrot og að fólk missi atvinnuna. En varðandi þessi lágskattasvæði og skattaskjól, þá erum við öll inn á því að við viljum með öllum hætti koma í veg fyrir að fyrirtæki sem eru að brjóta íslensk lög varðandi skattgreiðslu og tekjuskattslög fari inn í þetta úrræði. Ef að fyrirtæki ætla að vera svo ósvífin og gera það, þá eru þau líka að komast undir kastljós og smásjá eftirlitsaðila, skattrannsóknarstjóra og Skattsins, og ég held að það sé mikið fælingarmáttur í því. Ef menn ætla sér virkilega að nýta þetta úrræði við þessar aðstæður, að fara með þeim hætti og vera að brjóta íslensk lög, þá eru þau þar með að segja við íslenska ríkið: rannsaka mig leiðinni, og það er bara gott ef þessi fyrirtæki sem eru að gera það fá þá almennilega rannsókn. Forseti minnir hv. þingmenn á tímamörkin, átti sig á því að það er frekar stuttur tími, það er bara 1 mínúta núna þegar 4 eru í andsvör. Klukkan blekkir mjög, við skulum reyna að laga það. En þá fer í andsvör hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við að fjalla hérna nefndarálit meirihluta velferðarnefndar í þessu hlutabótaleið, og mig langar að spyrja hæstv. Framsögumann hvort hún telji að það er ástæðan sem eru gerðar hérna, að það dugi til að sjá til þess að þeir sem eru með skattaskjól og eru að koma peningum undan, að ná til þeirra, og að þetta sé nóg til þess að þeir fari ekki inn í þessa leið. Og síðan vil ég spyrja líka um það að hefur komið ljós á Ríkisendurskoðun að það eru ákveðnir aðallega einstaklingar sem hafa verið innir 160 að reyna að hækka laun. Hvort þú reiknar með því að það verði tekið á því í þessum málum, vegna þess að mér sýnist eins og staðan í dag að það eigi bara að eftirlitið eigi að fara fram í haustið einhvern tímann, og spurningin með hvernig ósköpunum þá ekki sé til þess að eftirlitið sé bara aukið strax, þannig að sé hægt að taka á svona hlutum alveg
núna. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, virðulegi forseti, að varðandi eftirlit þá boðar þetta frumvarp mjög hert eftirlit og það er bæði samtíma eftirlit og líka Vinnumálastofnun tekur ákveðin fyrirtæki og rannsakar líka ef eitthvað gruggugt er á ferðinni. Vinnumálastofnun hefur fengið aukna fjármuni og hefur bætt við sig starfsmönnum og er í beinu sambandi við ríkisskattstjóraembættið og það er samkersla þarna á staðgreiðsluskrám og þeim gögnum sem koma inn til Vinnumálastofnunar. Svo að þetta á að vera miklu öflugra enn frekar heldur en var kannski farið fram með þegar við þurftum að bregðast við hratt varðandi fyrri frumvarpi til að halda ráðningarsambandi og við vissum ekki hvernig þetta myndi leiða okkur varðandi áframhaldandi atvinnuleysi og erfiðleika. Nú erum við að feta okkur áfram í því að mæta aðstæðum eins og þær eru og trappa okkur ákveðið niður en líka horfast í augu við það að sum fyrirtæki munu aldrei hefja fulla starfsemi næstu mánuðina misserin og því miður blasir það við hópi launafólks að fara á atvinnuleysisskrá. Því miður. Sum fyrirtæki munu draga saman starfsemi sína í ljósi þessara efnahagskreppu sem við stöndum í. Og þess vegna er mjög mikilvægt að við erum líka að lengja í tekjutengdum bótum hjá sjálfstætt starfandi einstaklingum og við erum að horfa til þess að reyna að halda utan um sem flesta sem verða fyrir áfalli í þessari kreppu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svörin en ég verð að ítreka það hvort hún telji að þetta frumvarp komi í veg fyrir að þeir sem eiga í skattaskjólum og eru jafnvel búin að svíkja undan skatti og annað, að það var sett að stoppa það að þeir nýti sér þessa leið. Vegna þess að ég segi að það er ekki hægt nema bara hreinlega að banna þessum félögum sem eru í skattaskjólum þó að sem löglega komið undan. Það er eina leiðin að bara hreinlega að banna þeim að sækja þessa leið. Og mér sýnist að hafa komið fram hjá Ríkisendurskoðun að það þurfa að taka vel á þessum málum og líka því að auka eftirlitið og ég bara vona heitt og innilega að það verði gert, það verði aukið og það verði séð til þess að verði tekið á sig en við verðum líka að horfa á skýrslu Ríkisendurskoðunar og taka hana okkur til nánari skoðunar og sjá til þess að það sem þær athugasemdir sem þar koma að þær séu farið eftir og þeim sé fylgt eftir. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, virðulegi forseti, það var ánægjulegt að lesa skýrslu Ríkisendurskoðunar þar sem hún segir mér annars að í þessu frumvarpi þá felist hert skilyrði fjárhag og rekstur viðkomandi vinnuveitanda ásamt hlutlægum viðmiðunum meðal annars tekjufall. Og í frumvarpinu, Ríkisendurskoðun er að vísa til þessa frumvarps, er einnig ákvæði sem stuðla að auknu aðhaldi og gagnsæi rennir styrkari stoðum undir eftirlit Vinnumálastofnunar af því að það er ljóst að fyrirtæki hafa áður nýtt sér leiðina þrátt fyrir að eiga í bráðum rekstrar- eða greiðsluvanda. Og þetta tel ég vera heilbrigðisvottorð fyrir þetta frumvarp. Ríkisendurskoðun er ekki að benda á eitthvað annað sem vantar upp á þessi skilyrði eða að koma í veg fyrir að fyrirtæki séu að misnota þessa leið. Við bættum þarna inn nú kröfum raunverulega eigendur og við erum búin að krefjast þess að menn sýni fram á ársreikninga hafi staðið skil á staðgreiðslu og öðru þvílíku og að vera með þessa CFC-skýrslu sem við höfum verið að vísa hér margoft til. En auðvitað ef við vissum töfralausnin til að koma í veg fyrir að fyrirtæki væri ekki að borga löglega skatti til ríkisins, þá væri búið að finna hana upp. Við gerum það ekki gegnum þetta frumvarp. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson. Það
forseti. Ég þakka hv. þingmanni Lilju Rafneyju Magnúsdóttur fyrir framsöguna. Mig langar aðeins til að færa fókusinn frá fyrirtækjum sem hafa verið eða munu misnota úrræðin yfir í þau sem sannarlega þurfa á þeim að halda. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar kennir ýmissa grasa og ég er nú ekki búin að fara nægilega vel yfir hana svo sem þannig ég kunni þetta aftur á bak áfram á þessum stutta tíma. Það kemur það fram að fyrirtæki sem hafa nýtt sér þetta á þessum tíma sem skýrslan til eru 6.400 sirka bát. Og af því það kemur fram í máli og þar af eru 85% með starfsmenn færri, 6 eða færri. Og það segir ákveðna sögu hversu háar fjárhæðir um að ræða. Mig langar til að byrja á því að spyrja hv. þingmann, hefur hún einhverja tilfinningu fyrir því hvað mörg af þessum fyrirtækjum hafa verið að misnota sér vegna þess að hún segir í upphafi í sinni ræðu að allt of margir hafi misnotað þessa úrræði og þess vegna þurfa að herða það. Og ég kem nú ekki inn á því hér en mig langar að gera það í seinna andsvari að ég tel þar hafi meirihlutinn farið offari. En mig langar til þess að spyrja hvaða upplýsingar, því ríkisendurskoðandi hafði þær ekki, hann gat ekki svaraði hversu stórt hlutfall þessara 6.500 fyrirtækja hefði raunverulega orðið uppvís að því. Og leiða má líkum á því að upplýsingarnar okkar komi fyrst og fremst úr fjölmiðlaumfjöllun málið og þá má spyrja, það ekki eftirlitið sem dugar? Vegna þess að það endurgreidd mörg. En ég spyr hv. þingmann, hefur hún upplýsingar eða meirihlutinn hversu mörg fyrirtæki að misnota, tilfinningu fyrir því, ástæða til að ætla þessu fleiri en hafi komið fram og ástæða svona eitthvað í hlutfalli við þessi 6.400 launagreiðendur? Minnir aftur á tímamörkin, en þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, virðulegi forseti. Það ágætt að koma inn á þetta að það kom vissulega fram að þetta hlutfall, 89% eða 85% fyrirtæki sem nýttu sér þetta úrræði með launafólki væru starfsmenn 1 til 6 og 89% heildarlauna þeirra hefði verið undir 3 milljónum. En varðandi þetta sem ég sagði hér í upphafi, varðandi það að fyrirtæki hefði misnotað þessa leið, þá vitum við það voru þarna 6 fyrirtæki sem strax kom í ljós að hefðu gert það og það var bara sýnilegt almenningi. Og svo bættust við og mér skilst að 50 fyrirtæki hafi endurgreitt stuðning til Vinnumálastofnunar. Ég er bara þar stödd og fleiri að það þurfi skýrar reglur og viðurlög og skýrleika alveg eins og Ríkisendurskoðun fer fram á og vísa til að sé í þessu frumvarpi sem sé gott. Það dugi ekki bara almenningsálit í því sambandi. Ég er bara þar að við þurfum að hafa skýrleika í þeim málum og tek undir með Ríkisendurskoðun. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, já, ég held að við séum vona það öll sammála að skýrleikinn þarf að vera til staðar. Það er bara spurning hvaða girðingar við reisum og hagsmunum hverra við erum að þjóna með þeim sem hér eru reistar af meirihlutanum. En af því að hv. þingmaður vísar mikið og oft í skýrslu Ríkisendurskoðunar, þá langar mig til að spyrja eitt sem kom mjög sterkt fram í máli hans og það var þörfin fyrir getu Vinnumálastofnunar til að vera með rauntíma eftirlit. Og raunverulega má segja að þar hafi falist áfellisdómur yfir stjórnsýslunni að á sama tíma og Vinnumálastofnun að fá þetta stóra hlutverk hafi henni ekki verið veitt svigrúm, nægilegt bolmagn til þess að sinna þessu rauntíma eftirliti sem Ríkisendurskoðun taldi vera lykilatriði í því að eftirlitið ætti sér stað, væri öflugt og væri sanngjarnt bæði fyrir ríkissjóð og fyrir fyrirtækin sem verið að rétta þessa hjálparhönd. Þannig að það felst engin sanngirni í eftiráskýringu. Þannig að ég spyr hv. þingmann, meirihlutinn með einhver viðbrögð við þessari ósk, ábendingu, gagnrýni Ríkisendurskoðunar á möguleikana á framkomu stjórnsýslunnar og tækifæra sem að Vinnumálastofnun fær til þess að sinna þessu rauntíma eftirliti? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson. Já, virðulegi forseti, ég tek alveg heils hugar undir það að rauntíma eftirlit er mjög mikilvægt og Ríkisendurskoðun mun hafa þetta eftirlit áfram og fylgjast með þessu og það kom fram líka að Vinnumálastofnun hefur fengið fjárstuðning
frá ríkinu, 100 milljónir, til þess að auka þetta eftirlit enn frekar frá og með 1. júní og komið með 5 starfsmenn sérstaklega til þess að sinna því nú þegar, fyrir utan aðra starfsmenn sem að sinna öðrum verkefnum. En ég bara tek algjörlega undir það og það verið að bregðast við því. Og það bara mjög mikilvægt og líka þessi samkeyrsla á staðgreiðsluskrám og þeim upplýsingum sem komu inn til Vinnumálastofnunar, að það líka til þess að auðvelda mönnum í að fá rauntíma upplýsingar hvort fyrirtæki falli undir þessi skilyrði. Forseta hefur verið bent á það að hafa kynnt ræðumanninn sem hv. þingmann Hönnu Katrín Friðriksson. Ég biðst innilega afsökunar á því, en hér talaði að sjálfsögðu hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. En þá komið að því að hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, veiti andsvar. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ágætis ræðu. Ég hjó eftir því að hv. þingmaður sagði í sinni ræðu að það ætti ekki að vera einfalt og auðvelt að fara inn í þessa leið. En staðreyndin var hins vegar sú að það var mjög einfalt og auðvelt að fara inn í þessa leið. Og það má nefna stöndug fyrirtæki með traustan efnahag og fyrirtæki sem þurfti ekki á þessu að halda og sveitarfélög og opinberir aðilar. Og Ríkisendurskoðun segir það skýrt í sinni skýrslu að ef það farið yfir lögin og lögskýringargögnin þá áttu þessir aðilar ekki rétt á því að fá þessar bætur. Og þá spyr maður sig, hvernig það hægt og hver ber ábyrgð á því að greiða fé úr ríkissjóði þegar ekki heimild fyrir því í lögum? Og þá dugir ekki til að segja að jú, þetta eru fordæmalausar aðstæður svo framvegis. Það á einfaldlega ekki vera hægt að greiða fé úr ríkissjóði ef það ekki lagaheimild fyrir því. Hvað brást í þessu ferli? Hvers vegna var greitt út þegar stóð í lögunum að það ætti ekki að greiða út? Og þá spyr ég hv. þingmann, hver ber ábyrgð á því? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, virðulegi forseti, þegar skip sekkur og skipverjar falla um borð, þá ekki endilega spurt af því hvort að viðkomandi sé búinn að borga einhver gjöld til þess sem við á. Við stöndum frammi fyrir og stóðum frammi fyrir fordæmalausum aðstæðum eins og hefur verið sagt oft, og hefðum við fara að skoða með nálarauga hvert einasta fyrirtæki, þá hefðum við ekki verið þá á þeim betri stað sem við erum í dag sem við vorum þá. Það þurfti að hafa þetta opið, skilyrði lágu fyrir. Því miður fóru þarna fleiri inn, kannski ekkert af vondum hug, heldur bara hugsuðu við verðum að taka ákvörðun hér og nú hvort við förum þessa leið. Síðan kemur í ljós að fyrirtæki sem þurftu ekki raunverulega á þessu að halda, fóru þessa leið og við sögðum við ætlum að endurskoða þetta á þessum tímaliðnum. Fyrirtæki hafa verið það heiðarlega og þau hafa skilað þessum fjármunum og það gott. En við erum að herða þessi skilyrði núna þegar við erum komin lengra í þessum ferli að glíma við þessa efnahagskreppu. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég tek heils hugar undir það að þetta eru náttúrulega búin að vera mjög erfiðar aðstæður og það nú bara einu sinni þannig að lagasetningarvaldið sem hér, það verður að vera skýrt og það verður að vera skýrt hverjir eiga rétt á þessu og hverjir ekki. Hv. þingmaður nefndi það hér að skýrsla Ríkisendurskoðunar væri svona heilbrigðisvottorð fyrir framlengingun á leiðinni sem við erum að ræða hér í þessu frumvarpi. Þá ekki bara skýrslan líka bara áfellisdómur yfir þessari leið í upphafi þegar við sjáum það að það verið að nýta hana af fyrirtækjum og opinberum aðilum sem áttu ekkert rétt á því? Það held ég að blasi greinilega við og þá spyr maður sig, voru ekki bara handvömm í vinnu nefndarinnar?
að bara hafi þetta ekki nógu skýrt þannig að Vinnumálastofnun gat bara nákvæmlega séð hverjir ættu að fá þetta og hverjir ekki. Ég held að það hljóti bara að vera að mistökin liggi bara hér og í nefndarvinnunni, að menn höfðu þetta ekki nógu skýrt. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, virðulegi forseti. Já, ég bara segi enn og aftur að ég tel að skýrsla Ríkisendurskoðunar hafi verið heilbrigðisvottorð fyrir þetta frumvarp sem núna, og varðandi það frumvarp sem að renna núna sitt skeið, að bara vísa ég með leyfi hv. forseta til þess sem sagt hér í skýrslunni. Allt bendir til þess að hlutastarfaleiðin hafi nýst til að tryggja framfærslu launamanna, styðja við vinnuveitendur vegna samdráttar og viðhalda ráðningarsambandi. Það hefur þá komið í ljós að þrátt fyrir áherslur stjórnvalda að hlutastarfaleiðin væri stuðningur við lífeyrisfyrirtæki sem hafa misst miklar tekjur, virðist að nokkuð frjálsræði hafi verið á túlkun laganna. Og hópi þeirra aðila sem hafa nýtt sér leiðina séu fyrirtækjasamstæður sem búi við öflunarrekstur og traustan efnahag. Og þess vegna þarf nákvæmlega að skýra þetta enn frekar sem við erum að gera núna með auknum skilyrðum, eftirlit og viðurlögum sem við erum nákvæmlega að gera í þessu frumvarpi sem hér liggur fyrir. En hin leiðin, hefðum við ekki farið þá leið, þá held ég að við værum á vondum stað í dag, bæði fyrirtækin og launafólk. Andsvörum lokið. Útbýttir á fundinum þingskjali 1560, atvinnuleysistryggingar og ábyrgðasjóður launa, nefndarálit 2. minnihluta velferðarnefndar. En þá verður gert hlé á þessum fundi í klukkustund eða til klukkan 17.